Nú ætlum við aðeins að skoða virðisaukaskatt í töflureikni. Hér er með matvöru og ég á að finna verðið með virðisauka. Þá íti ég á samasemd til þess að láta töflureiknin sem ég reikni þetta fyrir mig. Íti svo annarkvort með örinni eða vel reitin bara með bendlinum. Ég hefði getað valið þennan reit eða þennan. Ég vil fá reitin sem er við hliðina. Sinnum 1,11. Ég hefði gert 0,11, ég er að nota breytiþáttinn. Sem sagt prósentan deilt með 100. Ég hefði gert 0,11 ef ég átt að finna vaskinn einn og sér. En ég á að finna verðið með vaski, þá legg ég virðisaukan við 100%, fæ þess vegna 111%. En matvara ber 11% virðisaukaskatt á Íslandi. Nú er ég komin með þetta, búin að bæta 11% ofan á. Þá get ég farið hérna í hornið, fengi plúsinn, ítt á takan, eða semst músabendilinn, og dregið þetta niður og þá fæ ég virðisaukan fyrir hverja vöru. Ef ég fer í reitina, sjáu þið, hún tekur alltaf reitin við hliðina og margfaldar hann með 1,11. Ef ég var reikna fleiri dæmi, þá gæti ég reynda að tróða næsta dæmi hérna við hliðina, en það er yfirleitt betra að nota fleiri blöð hérna, sjáu þið, eða fleiri sheets, ef þau eru með þetta á ensku. Hér eru með alls konar tölvubúnað, hver var hvað kostu þessar vörur án virðisaukaskatts og hver var virðisaukaskatturinn á hverju vöru. Ég ætla að láta varslarreikni reikna þetta fyrir mig. Ég er ekki að gera sinnum 1,24, tölvuvörur bera 24% virðisaukaskatt, heldur ætla ég að deila með 1,24 því það er öfug aðgerð. 1,24 og þá fæ ég verðið án virðisauka og svo dreg ég bara niður eins og áðan. Þetta er mjög fljótlegt. Ef ég ætla að finna vaskinn, þá hef ég tvær leiðir. Annars vegar að finna bara mismuninn á þessum tveimur verðum eða gera jafnt og þessi sinnum 0,24. Og við getum svo sem prófað bara til öryggis ef við leggjum saman þessar tvær vörur hér, við fáum það sama, sjáðu. Þannig að ég ætla að þurrka þetta út aftur. Síðan því ég bara prófa hvort ég fengi það samút og hérna sjáum við virðisaukaskattinn fyrir hverja vöru fyrir sig. Þið sjáum að ég veit hvað ég er að gera, þá tekur þetta enga stund í töflureikni. Vörukarfa kostaði 30.000 með 24% virðisauka. Hvað hefði sama vörukarfan kostað með 11%? Hérna ætla ég að finna hver virðisaukinn var af þessari 30% körfu. Það get ég gert með tveimur leiðum, annars vegar að deila með 1,24 eða gera bara 30.000 sem er vörukarfan og hérna sinnum til þess að finna hver vaskurinn var 0,1935. Því að þið leggja 24% ofan á hverja vöru er það sama og taka 19,35% af vörunni með vaski. Þannig að þetta er virðisaukinn. Þá þarf ég að reikna út hvað var verðið án virðisauka og síðan að bæta virðisaukanum við 11%. Síðan þarf ég að finna mismuninn á þessu. Það er að segja 30.000 mínus 26.000. Nú er ég búin að setja inn, þetta er sem sagt karfan. Þetta er 24% vaskur. Þetta er karfan án vasks með 11% og þetta er mismunur. Þið þurfið bara að stoppa vídeóið ef þið viljið sjá nákvæmlega hvað ég gerði hverju sinni. Það var svo sem ekki spurt mismunin, ég vildi bara sýna ykkur hvernig það er síðan fundið.